Jæja, sæl verið þið. Fyrir þá sem að vilja bara hoppa beint inn í fréttirnar, þá getið þið skipað kannski 2 eða 3 mínútur. Við ætlum aðeins að tala hlaðvarpið og það sem framundan í okkur persónulega. En já, það svolítið langt síðan síðast og ég held að sé að vera komin aðra 6 vikur. Og hlutir eru búin að vera að þróa svolítið hjá okkur innan Javelin. Þess vegna hefur hlaðvarpið ekki alveg verið í fyrsta forgangi. Algjörlega. Ég er búinn að vera að stofna fyrirtæki. Heldur betur. Fenra.is, gervigreind fyrir byggingageirann og verktaka. Ótrúlega spennandi. Já. Og ég er mjög spennt fyrir þína hönd. En ég skil að þetta þýðir að það mun ekkert endilega alltaf vera tími fyrir þig að koma í hlaðvarp, þó svo ég vona að við getum haft þau að öðru hvoru saman. Sammála því. Ég er svo líka sjálfur að fara að breyta aðeins áherslunni hjá Javelin. Við erum búin að vera að fókusa núna senustu 2 ár á kennslu og búin að kenna yfir 5.000 manns. Mér finnst það fáránleg tala að pæli. Og erum búin að hjálpa ótrúlega mörgum þannig að taka sín fyrstu skref í gervigreind. Og en við erum að stefna að hætta núna með þessi námskeið í svona apríl-maí og fara að færa áhersluna yfir á sérhæðari verkefni á nær fararbroddi gervigreindar. Já. Nota þessi ótrúlega spennandi og flottu tól sem við erum alltaf að tala um. Þannig að ef það einhverjum hlustendur sem vita einhverjum stórum og spennandi verkefnum eða áskorunum fyrir haustið, þá er ég með til í að taka spjallið. Algjörlega. En nóg það, ef við ekki bara að byrja þáttinn. Ég er ógeðslega til í það. Ég er svo spennt fyrir þetta. Já, ég líka. Mér finnst merkilega margt búið að gerast án þess að það sé ótrúlega augljóst hvað stóra fréttin er. Já. Mér finnst þetta vera svolítið bylgja núna, svona af svona lúmskum breytingum sem eru að stefna í eitthvað stórt. Já. Það er svona, ef ég ætti að lýsa tilfinningunni seinustu 6 vikur. Ég er mjög sammála og þetta er svona, mér líður eins og það sé einhvern veginn allt systemið sem maður er búin að vera að bíða eftir, bara gervigreindin sem er svo ógeðslega snjöll og getur gert margar hluti og maður þarf ekki að vera að hoppa á milli og eitthvað svona. Hún er komin á teikniborðið, það er byrjað að setja hana saman og við erum bara að bíða eftir að allt smelli. Einmitt, maður er farin að sjá aðeins ljósið bara í endanum á göngunum. Við erum búin að vera á leiðinni og eitthvað. Ég man sko þegar við vorum að byrja þetta hlaðvarp, þá voru stóru fréttirnar eitthvað svona nýtt líkön sem getur gert ótrúlega hluti. Og það er ennþá vissulega nýtt líkön sem getur gert ótrúlega hluti. En það finnst mér ekki lengur vera svona aðalatriði. Ég man að í einum af fyrstu þáttunum erindreka. Já. Þá held ég að ég hafi lýst því hvað draumakerfi væri fyrir mér. Já. Það sem ég talaði til dæmis held ég svona erindreka sem kannski væri bara í símanum mínum og væri með svona hálfgert svona parallel desktop sem að gæti unnið í og gert allt sem ég get gert í símanum mínum fyrir mig. Þannig að ég væri með í rauninni aðstofmann sem getur gert allt fyrir mig og svona og navigata fyrir mig. Já. Og þetta og ótrúlega margt annað og miklum svona merkilegri use cases eru farin að raungerast. Algjörlega. En áður við fyrir að tala þetta sem mér finnst vera svona Þetta er svona aðalatriði í dag. Já, það langar mig að snerta því sem við höfum nú alltaf viljað taka fyrir í þessum fréttaþáttum sem eru nýjustu líkönin. Einmitt. Það er pínu fyndið að á seinustu 6 vikum að þá eru allir 3 tæknirisarnir, Google, Anthropic, OpenAI, búnir að skiptast á að vera með besta líkanið. Já. Við vorum held ég í seinasta þætti aðeins að tala Opus 4.6 sem er, vissulega ennþá alveg topp líkan. Já. Svo stutt eftir það kom út Gemini 3.1 Pro sem að tók aftur forystu fyrir Google og svo mjög stuttu seinna kom GPT 5.4 út. Já. Og GPT 5.4 Pro líkanið er núna svona samkvæmt mjög mörgum mælikvörðum númer 1. Já. Þetta er samt þannig staða að það eru farnar að vera svona aðeins meiri svona sérhæfingar og augljósari svona áherslu munur hjá þessum fyrirtækjum. Þannig að það er ekki alltaf sem þú ert númer 1 í öllu. Nei, einmitt. Veistu, ég ætla að fletta upp kostnaðarmuninum á Opus og móti Pro. Nei, reyndar, ég þekki það ekki sérstaklega, en ég ekki trúa því að 5.4 Pro sé miklu dýrara. Það er miklu dýrara. Það er þú ert að borga, þegar við skoðum output tokens, þá borgar $25 per milljón output tokens frá Opus 4.6 og svo borgar $180 per milljón. Og svo er ekki nóg með það.
heldur vil ég meina að 5.4 Pro outputi líka fleiri token per request. Af því að OpenAI hafa verið að vinna svolítið með aðeins minni líkön en hinn fyrirtækin en láta þau hugsa lengur í staðinn. Það er að segja að færa compute-kostnaðinn frá training yfir á inference-tíma og þannig að til þess að fá sambærilega gáfur og þú ert að fá frá Opus þá þarftu kannski að bíða í 20 mínútur hálftíma eftir öllu thinking tracinu hjá 5.4 Pro. Þetta er nefnilega orðið trade-off sem maður er farin að finna svolítið sterklega fyrir. Já, og þetta er alveg rétt hjá þér sko, að þetta er með mun meira latency þegar hort er á thinking time. Ekki 3 sekúndur á meðaltali heldur 130 sekúndur á meðaltali. Einmitt. Og hægara throughput líka, það koma færri tokens í einu, þau koma hægar út úr líkanu. Já, ofan að það, einmitt. En það er einmitt sko, það sem að Ethan Mollick, vinur okkar og vinur hlaðvarpsins, mjög góð vinur minn. Sagði daginn, hann sagði að 5.4 Pro væri alveg í eigin flokki. Það er ekkert annað líkan sem að gerir alls konar hluti eins vel og þetta líkan. En þú þarft að bíða svo lengi eftir því. Og svo eins og ef við erum með fyrirtæki áskrift eins og við erum með, þá fáum við 10 svoleiðis á mánuði. Á meðan að fyrir kannski aðeins verra performance á svona mest krefjandi verkefnum, þá getur við farið til, þú veist, Anthropic eða Google, nota þeirra besta líkan, fengið svar mun hraðar, kannski bara ekki alveg eins gott. Þannig mér finnst þetta orðið það stórt tíma trade-off og líka kostnaða trade-off og hversu limited þetta er, að það er, ég get ekki einhvern veginn sagt að ég mæli eitthvað rosalega mikið með besta líkunni hjá ChatGPT. Nei, ég er sammála, þetta er líka svo að hlustendur fatti hvað við erum að tala þá erum við ekki að tala eitthvað hefðbundi líkan í ChatGPT Instant eða Thinking, þetta er Pro líkanið sem ekki allir eru með aðgang að. Og eins og Sverrir sagði, þú fær 10 skipti á mánuði. Á meðan að Opus 4.6, þar getur í rauninni notað það er ekkert hámark á hversu mikið þú mátt nota það í mánuði, þetta er tokenkostnaður í einhvernum litlum glugga, skilur við. Já, þannig að kannski hversu oft á dag eða hversu oft í viku þú getur kallað á það og það er svona... Og ég held að sé 3 tíma fresti. Já, og það er klárlega hærra limit á því heldur en hitt, það er bara ekki hægt að bera þetta saman. Það er bara ekki hægt að bera þetta saman. Ég veit þú getur notað oftar en 10 sinnum á þessu sama glugga. Algjörlega, þú getur notað örugglega 10 sinnum á dag. Já. En þannig að það er ekki alveg hægt að bera þetta saman sem svona apples to apples. Nei. Af því að þau eru farin að hafa þessu ólíku eiginleika. En skoraði Gemini 3.1 Pro hærra heldur en Opus? Já, samkvæmt Epoch. Okay. Epoch AI, minn svona go-to fyrir hver er overall nummer 1. Af því að þar eru þeir að vega í rauninni 47 mismunandi mælikvarða held ég saman til þess að áætla eina góða tölu. Þannig að þó að það sé misjafnt yfir nokkur benchmarks að þá mun það samt gefa þér frekar góða tölu. Og þetta fór einmitt í gegnum þessa röð, það var Claude, Gemini og svo ChatGPT. Þannig að já, þau voru öll í fyrsta sæti í smástund og en einmitt núna OpenAI og þá býðum maður bara þangað til að þessi svona froskaleikur fara aftur á stað. Algjörlega. Þetta er bara hvað er besta líkanið, það er bara sá sem gaf út líkan síðast. Já. Og þú veist, og málega, við gætum eitt fullt af tíma í að tala þessi líkun og hvað þau geta og hvernig þetta er game changer. En mér finnst game changerinn allavega undanfarna vikur og undanfarna mánuði ekki búin að vera á, mér finnst ekki vera hægt að skrifa það beint á líkanið og gæði líkansins. Svo sammála. Heldur á það sem er kallað oftast harness, sem er í rauninni það sem að beislar líkanið. Þú veist, það er hnakkurinn eða hjálpatækin eins og við kallaði stundum. Það eru kerfin sem situr líkanið í til þess að fá sem mest virði út í. Já. Og þar undanfarnar vikur og mánuði er Claude að mínum mati bara klárlega búið að vera í svo mikla framfarir með svo mörgum svona ólíkum vinklum og þetta er allt svona að púsla saman í eitthvað stórt. Þetta er að fara að verða eitthvað monster sko. En áður við tölum það, þá langaði mig að hoppa í gegnum nokkra litla hluti. Þetta er aðalumræðefnið er þessi agentic harness sem eru að gjörbreyta leiknum. Þú ætlaðir að segja mér frá einhverju Turbo Quant. Sem þér fannst mjög spennandi, Turbo Quant. Já, varstu búin að heyra þetta? Nei, nefnilega ekki. Ok, þetta er sem sagt nýtt research paper sem kom út í fyrradag frá Google Research teiminu, DeepMind. Og þetta er sem sagt
compression algorithm hjálpaði mér að finna íslenska þýðingu eftir fyrir gervigrindalíkön. Já, ég var að segja þjöppunaralgrím. Já, þjöppunaralgrím. Sem tekur sem sagt, að því að þegar gervigrindalíkön eru að vinna, að þá eru þau með svo kallað key value storage sem að geyma kontekstið eða samhengið sem komið inn í chatið. Okay. Og TurboQuant ný aðferð sem að Google bjó til sem getur þjappað þetta kontekst allt að 6-falt og mjög reliably 5-falt með engu lossi. Nei. Þannig að þau eru að ná að minnka kontekstgluggan þau í rauninni getur notað sama compute fyrir 5 sinnum stærri kontekstglugga. Wow. Og þú gast áður. Þetta munar alltaf svo miklu af því að fyrir þá sem ekki vita að þá þegar þú tvöfaldar samhengisgluggan þá fjórfaldaru kostnaðinn. Þetta vex í öðru veldi, þar að segja. Og þegar þú getur deilt með 6, að þó að þú sért ekki að breyta þessu yfir í samband sem ekki í öðru veldi, að þá ertu í rauninni að minnka það hvað 36-falt í kostnaði. Einmitt. Þannig að þetta lofar ótrúlega góðu. Já, lofar góðu hvað var það allavega lengt samhengis. Og Google hafa verið svolítið leiðandi þar. Þeir voru held í fyrstan á million token kontekst og svo 2 million token kontekst. Já. Og ég held að hinni sé ennþá bara að reyna að ná þarna í hælana þeim. Já, og ég researchaði þetta svolítið djúpt fyrir hlaðvarpið og annað sem game changer í þessu. Sko fyrsti game changerin að þetta verður bara miklu ódýrara inference fyrir stóru risana. Þau geta verið með annarkvort bara sama kontekstglugga fyrir minni penning eða stærri kontekstglugga fyrir sama penning. Já, ef ég ætti að giska hvað hinn game changerin að þessu þá myndi ég halda að það væri hraði. Hraði algjör game changer. Af því að hraðin alltaf líka háður lengd samhengisins. Algjörlega, bara því lengra sem samhengi því meira þarf hún að fara í gegnum. Því hægar outputið. Já, og það að stórum hluta út af því að hún að fara í gegnum key value storageið sem að hún getur minnkað með þessari aðferð hérna. Okay. Og svo þetta líka rosalega mikill game changer fyrir þá sem að hýsa sín eigin líkön. Af því að þau að hýsa kontekst og módel á sama hardware. Oftast. Þannig að ef hún að minnka kontekstið sem yfirleitt svona 40% af GPU stærðinni ef hún að minnka það 40 margfalt þá ertu komið með miklu meira pláss fyrir stærra líkan á sömu vél. Ok, vá, ég hafði ekki pælt í þessu. Þannig að þetta eru stóra fréttir. Og gáðu þeir þetta út fyrir hvern sem til þess að útfæra og nota? Nei, þetta research paper þar sem þau útskýrðu hvernig þau fóru að þessu en kóðinn og gögnin og svoleiðis ekki komin út ennþá. Ok, þannig að nógu klárt fyrirtæki eða nógu klár hópur einstaklinga geti mögulega reynt að endurskapa þetta. Já. En Google eru með nógu gott forskot þarna til þess að geta nýtt sér í góðan tíma viðbót. Og þau testuðu þetta á nokkrum líkönum, þau tóku mörg open source líkön og testuðu þetta á þeim. Ok, þannig þetta aðferð sem ekki bara fyrir Gemini líkön. Já. Okay. Og samkvæmt þessu research paper þá voru niðurstöðnar eins og öllum, að það var bara zero loss og bara miklu betri niðurstöður. Wow. Þannig að þetta lofa mjög góðu en eins og ég var búinn að nefna þá þetta research paper, þetta ekki komið í production eða í eitthvað tól. Já. En þetta að einhverju leyti þetta smá eins og thinking líkunin. Að því leyti að það allir að keppast núna við að replicata þetta og þetta mun vera game changer fyrir alla. Já, þetta aðferðafræði sem í rauninni additive, það hægt að bætinni við það sem þegar til og það eru svona algoritmik breytingar eða bætingar sem hreyfa rosalega hratt við nálinni, það að segja að framförum. Af því að þetta ekki eitthvað sem krefst þess að þú þurfa að endurhugsa allan arkitektúrinn og breyta öllu, heldur erum við bara að fá meira út úr sömu systemum. Og það sem ég finnst svo cool það sem að eins og Dylan Patel sagði einu hlaðvarpi daginn, hann sagði að til dæmis fyrir H100, það að segja H100 vélarnar sem að voru nýjasta tækni 2022 þær gátu keyrt ákveðið stór líkön. Þær gátu keyrt líkön eins og GPT-4 og svona og gátu delivera ákveðið miklu virði. Í dag þá getum við keyrt klárari líkön á sama hardware, keyrt þau hraðar, betur og allt saman og með þessu þá getum við gert það enn betur á sama hardware og eins og hann lýsti í rauninni getur við skapa verðmætara output með sömu vél í dag heldur en þá
Þannig að þú gæti fært rök fyrir að segja að þessi vél sé verðmætari í dag heldur hún var 2022 sem mjög skrítið fyrir tæknibúnað. Já, fyrir hardware sem yfirleitt svona missir virði sitt yfir kannski eitthvað, þú veist, í þessum geira allavega 4-5 ár að þá ertu yfirleitt farin að losa þig við búnaðinn út af því að hann ekki nógu energy efficient til þess að keppa við hitt. Já, algjörlega. Mér langar að svo segja eitt hérna til þess að vera með allt 100% rétt. Ég nefndi óvart áðan lossless, en þetta ekki lossless, en það lítið loss að það ekki bara hverfandi áhrif. Hverfandi áhrif sem kom ekki niður á accuracy. En það náttúrulega ekki lossless af því að þau að minnka. Einmitt. Svona, þetta kannski svona, þetta skiptir tæknilega máli, en ekki praktískt. Nei. Þetta hérna, í praktík þá þetta að koma með sömu niðurstöðu fyrir miklu minni kostnað. Einmitt. Svo var annað nýtt sem að ég held að okkur báðum hafi fyndist mjög áhugavert. Líka research tengt. Já, og þetta er svona 2 nýju hlutirnir sem okkur langaði einmitt að nefna áður við förum að tala smá drama í geiranum. Þetta auto research. Ég veit ekki, ætli að sé margir hlustendur búin að heyra þetta. Þú sagði mér að þú hefur heyrt þetta í einhverjum matabóði þarna. En sá gæði náttúrulega mjög tæknilega fær og svoleiðis. Það kannski ekki hver sem veit að þessu. En auto research svona dæmi sem að hversdagslegur notandi ekki að fara að nota, en skiptir gífurlega mála bak við tjöldin. Beint úr smiðju Dari Karpathy. Já, Karpathy svo mikið legend. Ég með svo mikið af kvótum og linkum hérna sem eru bara Karpathy. En auto research automatar eitt af mínu minnst uppáhalds hlutum við ML research. Þegar ég var að gera machine learning líkan á sínum tíma, að þá var optimization líkanna rosalega mikil handavinna og þú gast að því að ef þú gefur það að þú hafir yfir ákveðin tíma ákveðið mikið reikniafl, þá þarftu að vanda rosalega mikið hvaða parametra þú testar. Þú getur ekki testa endalaust mörg líkan endalaust hratt og þú annarkvort þarft að eiga þá lengri tíma í þetta eða þarft meira compute og þetta, en þú þarft þá sem researcher að vera rosalega vandvirkur með svona hvaða parametra þú testar. Þú ert alltaf að reyna að finna þá parametra sem standa sig best og það eru í eins og tauganitum svo margir hyperparametrar. Ég ekki að tala parametrana eða weights í líkanu sjálfu, heldur ég að tala til dæmis lögunin á líkanu, þjálfunarprógrammi sem það á og alls konar svona eiginleika umhverfisins. Það svona kannski hægt að líka sér við að þetta ekki spurning stærðina á plöntunni sem þú ræktar, heldur þetta hversu mikið sólarljós þú gefur henni, hvað næringu í jarðveginum þú gefur henni og svona til þess að láta hana blómstra og þegar þú ert búin að fullkomna einhvern veginn umhverfi fyrir ákveðna plöntu, þá mun hún vaxa og dafna sem best. Og þetta ákveðið listform. Algjörlega. Það talað oft að sumir svona researchers hafi góðan smekk fyrir því að velja hvaða parametrar þessi verið að tjúna og þetta eitthvað sem þú eyðir svo mörgum klukkutímum í stundum og kannski prófar eins og ég gerir fyrir mastersverkefni mitt, þá held ég hafi prófað einhverja 10.000 varianta af ákveðnum líkunum til þess að sjá bara hvort það eitthvað að því skilaði góðum niðurstöðum. Smá hint, það gerði það ekki. Nei, það voru eins og ótrúlega mörg ML-verkefni að þá endaði mitt verkefni ekki á einhverjum ótrúlega spennandi niðurstöðum. Tímamótakendri tækni. Nei, en hvað gerir auto-research þá? Auto-research fjarlægir svo mikið af þessari vinnu með því að láta líkan sjá að implementa þetta fyrir. Þú bara rúllar í að stað og það prófar variant. Það svona, prófum að hækka þennan variable, prófum að gera þetta. Og ég man það voru hérna áður svona svipaðar útgáfur af þessu. Það voru líka þar sem að þú gast gefið svona hálfgerð hyperparameter space sem var bara svona, hér öll möguleg combinations, prófaðu með einhverju öðru machine learning líkani að finna svona path að optimal líkani með því að prófa og reyna að fikra því nær og nær. Og það var mjög compute dýrt, en þannig ertu að nota gáfur mállíkans til þess að meta, hvað getur verið þess verið að breyta. Og Karpathy sýndi fram á að NanoChat, sem svona lítið hobbyverkefni sem hann hefur verið að halda utan sem svona það sem hann í rauninni fjarlægir eins mikið og hann getur frá því að þjálfa mállíkan og setur það niður í bara essenceið. Og hann hélt að hann væri búinn að gjörsamlega bara svona
hvað segir maður, niðurnjörfa þetta og svona fullkomna þetta niður í bara eins gott performance og eins góða parametra hægt væri. Já. Og svo skildi hann þetta eftir í gangi í hvað var það, 2 daga með þessu. Og 2 dagar er ekkert svo langur tími þegar þú ert að optimæsa eitthvað svona tiltölulega flott líkan. Og hann sagði að það hefði fundið 11% breytingu ofan á þar sem að Karpathy taldi sig hafa fullkomna. 11% er sjúklega mikið, stundum er þetta eða dögum í að fá 2-3% improvement og 11% hefði verið alveg smá breakthrough fyrir mér og hann sagði að þetta væri allt additive breytingar sem var þannig að þú veist, hann gæti bætt þessu við önnur variants af samskonar verkefni til að fá sambærilega framistöðu. Brilliant. Og það sem hann er í raun að gera er að hann býr til einhvers konar umhverfi þar sem að gervigreindin hefur aðgangaði að vinna í þessu að þjálfa aðra gervigreind. Gefur hann örugglega fáránlega gott prompt eða kvaðningu. Það sem hann er bara búinn að útskýra allt hvernig það virkar og svoleiðis. Og svo gefur hann þessari gervigreind sem er eflaust eitthvað á borð við Claude Code eða eitthvað slíkt bara nokkra daga til þess að keyra í hringi og bíða eftir feedbacki frá því líkani sem hún var að þjálfa og bara prófa aftur. Og bara í hvert skipti þá bara er markmiðið þitt, herra gervigreind, að bæta þetta líkan. Og þarna kemur inn á einna styrkleikum gervigreindarinnar sem er ótakmörkuð þolinmæði af því að ég myndi missa vitið á því að gera svona margar tilraunir. Hérna sest inn í þetta herbergi í 2 daga og gera tilraunir. Bannað að sofa og borða. En þú veist, þarna getur við bara sett á stað svo margar tilraunir og fara að fókusa á næsta verkefni í staðinn fyrir að vera alltaf að brjóta heilan yfir þessu sama verkefni. En aftur þannig að rekast bara á næsta compute-vegg. Þá þarftu bara fleiri tölvur til þess að setja fleiri svona verkefni á stað. Þetta er bara mjög skýrt dæmi eitthvað sem er búið að vera í gangi í langan tíma. Gervigreindin er farin að bæta gervigreindina. Bara það er verið að nota. Á ótrúlega marga litla óbeina vegu, en þetta telur allt saman. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast af því ég veit að hann gaf þetta út, þetta auto-research og það eru held ég margir byrjar að nota þetta fikt í þessu og jafnvel contributa tilbaka og ég hugsa að þetta sé eitthvað sem ég eftir líka að hjálpa inn á stóru rannsóknarstofunum eins og OpenAI og Google og svona. Þannig að þetta er spennandi. Þetta er stórt. En nóg svona nörda shit. Ég er bara að prófa þetta bara helgina. Já, bara upp á flippið. Bara prófa auto-research. Setja það kannski á eitthvað annað sem að tengist mér. Af því þetta er þannig kerfi að þú getur sett þetta eiginlega á hvaða líkan sem er. Þú veist, það er líka eitt sem gerir þetta frekar einstakt, er að þetta er mjög svona adaptable. Ég var með fullt af ML-verkefni hjá Orkuveitunni sem ég hefði viljað bara henda á stað og bara láta malla yfir helgina eða bara í einhverja vikur á meðan ég fókus á eitthvað annað og svo kem ég aftur og þá er þetta betra en ég hefði nokkuð tíma gert það. Þetta er svona verkefni sem fæði mig til að klæða í puttana bara og langa bara að byrja að hakka. Svo mikið af þannig verkefnum. En mér langaði líka áður en við tölum stóra viðfangsefnið þá langaði mig að tala aðeins drama. Já. Það er alltaf smá drama í AI-spacinu. Þetta er allt bunch of drama queens. Já, andjóks. Og reyndar fyrir þá sem að hafa gaman af svona umræði þá mæli ég svo mikið með að reyna að fylgjast með öllu sem að Dylan Patel gefur út. Hann er kóngurinn af AI-drama. Alltaf með svona fyrirtækjafréttirnar á hreinu. Og talandi það, ef það er einhverjir sem að hafa áhuga því, þá postuðum við á YouTube okkar smá fyrirlestri þar sem ég var að tala hvernig það er að fylgjast með gervigreinda fréttum. Drukki úr bruna hana. Já, drukki úr bruna hana hét fyrirlesturinn. Það er svona nokkuð lýsandi fyrir að reyna að fylgjast með því sem er í gangi í gervigreind. Og þar gaf ég shoutout á nokkra eins og Dylan Patel, svona aðalega sem ég mæli með að fylgja. Þannig að ef þið hafa áhuga á því að heyra meira frá okkur, þá mæli ég með að kíkið á þetta myndband á YouTube. En fyrsta drama dagsins, Anthropic ásakar 3 kínversk fyrirtæki að hálfgert stela gáfum af gervigreindinni þeirra. Ég trúi því svo mikið. Já, og þeir segja að þetta hafi verið 24.000 gerviakántar sem áttu 16 milljón samskipti við Claude til þess að reyna að búa til þjálfunargögn út frá klára líkanu sem þau gátu þjálfa sín líkan út frá. Já. Og þetta er einmitt það sem að þessi kínversku fyrirtæki sem eru eftir á hafa svolítið verið ásökum að gera. Já. Til þess að gera sín líkan betri. En ég fór alltaf inn að pæla í því af því að þau þurfa væntanlega að vera með greita áskrift til þess að nota klárulíkunin eða nota API. Ég get ekki ímyndað mig hvað 24.000 akkántar með áskrift eða einmitt sambærilega mikið API-kostnað. Þetta hefur verið rándýrt. Maður
fyrsta sem ég hugsaði var hvernig tókuðu ekki eftir 20.000 aðgöngum en svo var ég bara, já, þau eru með þetta er nýtt fyrirtæki 100 milljóna já, sem er bara með og þeir bara dreifir þessu út milljón notendur og þetta bara, já, þeir láta þetta bara örugglega tikka, bara svona, þetta er ekki eitthvað 20.000 manna spæk hérna frá Shenzhen í Kína, bara á einum Nei, og mér minnir ég að lesa að þeir væru að nota proxies alla Austur-Asíu og eitthvað svona þannig að en þeir sem sagt ásaka og eru svona óánægðir með þetta út af því að þetta líka gerir kínversku fyrirtækjunum kleift að þróa gervigreind út frá rannsóknum þessara fyrirtækja en fjarlæga öryggisráðstafanir. Það er að segja að þá getur verið með líkan sem er nálægt yfir eins klárt og Claude nema er tilbúið að gera hluti sem Claude stoppar þau við að gera og að því að Anthropic er svona öryggismiða að þá er þeir alls ekki ánægðir með þetta. Nei. En ég held reyndar að það hafi verið talað að eitt af því sem þeir gátu séð í gögnunum þetta var að allt í einu var rosalega mikið af kínverskum samtölum að koma frá löndum sem voru ekki Kína. Já, einmitt. Þannig að það var eins og það var einhver svona botta network. Af hverju létu þetta ekki bara tala ensku? Það er náttúrulega eðlilegt að þetta væri talandi á því tungumáli sem að proxyið var keyrt úr en að allt í einu var mikið kínverska í Vietnam og allt í einu mikið kínverska í Japan kannski og kínverska í hinum af þessum löndum sem að var í óvenju háu hlutfalli miðað við svæðið. Þannig að þetta var eitthvað, það er einhver mjög klár data scientist á bakvið að spotta svona anomalies. En allavega. En hversu mörg anomalies eru ekki spottuð? Já, ándjóks. Þetta hefur verið miklu meira og þessi kínversku fyrirtæki eru örugglega bara, vá, þau fundu bara 16 miljón skilaboð. Ég pældi líka veseninu að borga fyrir alla þessa reikninga. Já, mitt. Þú veist, eru þau með 20.000 kreditkort bara? Ég held nú reyndar að þetta sé ódýrara heldur en að búa til svona líkan frá grunni. Já, þannig að og minna vesen. Þetta er allt relativ. En svo fannst mér áhugavert, ég ætlaði svo sem ekki að fara á dýptina með þetta, en FBI handtók 3 verkfræðinga fyrir að stela trade secrets hjá Google og öðrum fyrirtækjum og það sem er svolítið áhugavert er einmitt að maður hefur pælt í því hvernig halda þessi fyrirtæki hlutunum leyndum af því að það er alltaf starfsmenn að flakka á milli og þeir eru með mjög stranga samninga að þeir megi ekki deila ákveðnum upplýsingum en þekkingin hún berst alltaf að einhverju leyti með þessum starfsmönnum og þetta hefur svona gert það að verkum að það hefur verið erfitt að ná yfirgnæfandi forskoti af því að þá þarftu bara að kaupa nógu góðan researcher frá hinu fyrirtækinu og hann kemur með sína þekkingu og insight. Þannig að það er áhugavert að sjá að þarna er handtökur í gangi út af þessum vandamáli. Já, þetta minnir mig á asísku stelpurnar í Silicon Valley. Já, er það meina, sko, ég held að Dylan Patel hafi lýst þessu einhvern tímann sem svona, einhver svona kenningu eða samsæðiskenningu sem að allir einhvern veginn trúa í Silicon Valley en allir, svona, það lendir enginn í þessu. Nei. Og hvernig var þetta? Þetta er að kínversku líkönin, kínversku gervigrindafyrirtækin, þau eru ekki bara að stela með einhverjum VPN aðgöngum sem er að tala við Claude, heldur eru þau að senda konur til Kísildalsins í Bandaríkjunum. Finna desperate nörda sem vinnur hjá stóru gervigrindafyrirtæki og byrja með honum og stela öllum fara í tölvuna sem hann er í sturtu eða eitthvað og senda öll skjölin yfir til Kína. Oh my God. Og þetta er samsæriskenning sem hefur alveg svona fengið byrjundi báða vangi bara. Ég meina það eru erfiðari leiðir til þess að gera þetta sem að þessi fyrirtæki hafa staðið í. Já. Þannig að ég ætla eiginlega bara, þú veist, að fá að segja að þetta hæfur pottet gest. Í einhverju formi á einhverjum tímapunkti. Já, ekki að hvort sé stundað, er ég ekki að segja, en þetta hefur örugglega einhvern tímann gerst. Ég veit, en já, þetta eru góða pælingar. Já. En svo er stærsta dramaði sem að gerðist eiginlega held ég bara rétt eftir að við gáum út seinasta þátt. Já, þetta var einhvern tímann hérna í svona lok febrúar. Já. Það sem að Pentagon var að nota Claude frá Anthropic. Hefur verið að gera það. Og hefur verið að gera það undanfarið. Sömuleiðis eins og í lausnum hjá Palantir og svoleiðis, þar er Claude mikið notað, var mikið notað. En Anthropic ákvað svo allt í einu að draga svolítið línu í sandinn og setja 2 skýrar klausur í samning. Já, var það að herinn var að biðja
sem sagt að geta gert ákveðna hluti Já. Og Anthropic sagði nei, eða ekki? Anthropic sagði þið megið nota þessi líkön í hernaði Já. en þið megið ekki nota þetta í svo kölluðu mass domestic surveillance sem sem sagt í að njósna bandaríkjamenn. Já. Þannig að ekki njósna innanlands. Já. Og það má ekki nota þetta í fully autonomous weapons sem sem sagt bara algjörlega sjálfvirk vopn. Já, má ekki drepa án þess að manneskja gefi grænt ljós. Ég held að það hafi verið svona einlegin til að skilgreina. Þannig að það má ekki bara vera eitthvað, heyrðu, já, þú veist, ég myndi að vakna í daginn og Claude bara eitthvað, heyrðu, ég drap 40 manns fyrir ykkur í dag af því að þarna, ég taldi það að vera ógn. En það nefnilega ein svona hugmyndin á bakvið bara þessi fyrirtæki eins og Palantir að þú getur verið með AI sem finnur Osama bin Laden og drepur hana meðan allir eru sofandi. Sko, ég held í alvörinni talað að ef að bandaríski herinn gæti búið til Terminator, þá myndum við gera það. Já, og núna búið að demonetize okkur og við fáum ekki að auglýsa þennan þátt. En þetta það sem gerðist. Dario Amodei sem forstjóri Anthropic, að hann í rauninni bara steig fram og sagði að þetta væri það sem í gangi. Og Pentagon tók ekki mjög vel í það. Reyndi að krefja Claude að fá að nota þetta. Hann setti bara fótinn niður og sagði bara nei, bara ég veit hvað þið að fara að gera við þetta og þið fáið ekki að gera þetta. Sem að gerði það verkum að Pentagon og varnarmálaráðherra Bandaríkjanna merktu Anthropic sem svo kallað supply chain risk sem þýðir að engin ríkisstofnun sem í home defense eða hermálum má nota þetta og engin kontraktor eða subkontraktor fyrir herinn og það var einmitt svona stærsta málið var að sem sagt það var á gráu svæði hvort að subkontraktorar eða sem sagt verktakar fyrir herinn mættu nota þetta og þar á meðal Palantir sem búin að vera að nota Claude mest af öllum líkunum í sínum lausnum sko. Mest af öllum mállíkunum. Og mér skilst að þeir hafa verið að nýta sér þarna einhverja ráðstöfun eða eitthvað leyfi sem að hafði verið notað fyrir held ég Huawei á sínum tíma til þess að koma í veg fyrir að erlend fyrirtæki getur verið að njósna á og fylgjast með því sem að bandaríski herinn væri að gera. Og þetta var fyrsta skiptið sem eitthvað svona var gert fyrir bandarískt fyrirtæki. Já. En það finnast að í þessu öllum finnst mér að Slík Altman stígur inn og segir ég til að leyfa ykkur þetta. Já, einmitt, bara ég skal taka þetta. Sem að sendi líka fólki smá skilaboð en að OpenAI var orðið smá desperate fyrir penning. Já, og þau fengu samning við hernaðarmálaráðuneyti Bandaríkjanna og það var líka til mikið drama í kringum þetta. Þetta var akkurat í kringum Super Bowl, eða svona rétt eftir, þegar það var búið að mikið vera að gera grína OpenAI fyrir að byrja með auglýsingar, þá kemur þetta. Og pældi hvað þeir að tapa vinsældakeppninni mikið. Svo mikið, sko. Anthropic bara að óra farma bara markaðanum. Þetta var orðið svo pólitískt að Katy Perry tweetaði því að hún hefði keypt $200 Claude áskrift. Já, það var að segja að stærsta fréttin í þessu náttúrulega Katy Perry styður Claude. Já, af því að hún stendur með Anthropic í gegnum þetta. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Ég bara váka ég væri til í að sjá hvernig Katy Perry að nýta sér max áskriftina sína. Já, ég bjóst ekki við því að sjá nafni hennarinn í þessum gervigreindum. Nei, og hún keypti bara svo að hlustendur viti að þá keypti hún ekki bara venjulega Claude áskrift, hún keypti stærstu Claude áskriftina. $200 áskrift. Já, þannig að bara vel gert Katy Perry og tók screenshot af kvittuninni og postaði. Magna. Nei, þetta sko, ég heyrði að með OpenAI, það sem var svo grillað var að þeir kom inn og sagði, heyrðu, við skulum gera þetta, nema svo til þess að save face og sagði, nei, sko, við settum inn þessar klausur líka sem Anthropic var með og allir voru bara, hvað meinur þið, akkur ættu þið að komast upp með en ekki þeir, nema svo seinna komist að því að orðalagið var mun veikara hjá OpenAI þannig að hefðu geta komist upp með þessar hluti alveg eins og herinn vildi og svo eftir helgina, ég held að það verið gert bara í byrjun helgar hvort það eru föstudegi eða laugardegi og svo á mánudegi að þá vill OpenAI breyta samningnum aftur og gera stífara orðalag út af því að starfsmenn hjá OpenAI voru bara byrjaðir að segja upp og voru bara farin að mótmæla og þeir voru bara í mjög miklu vesinni og það endaði basically heldur með því að þeir fengu að setja upp álíka stranga kröfur en eftir einhvern skrítinn dans og mér skilst það einhverjum að þetta hafi líka snúið svolítið sko að Anthropic var að láta bandaríska herinn líta illa út
og að svona að rétta múfið ef þú ætlar að vera taktískur með bandaríska herinn var að sko að setja fram þessar kröfur hátt sem að bara leyfi bandaríska hernum að líta út eins og þeir svona hafi fengið að þeir vildu en ekki í rauninni gera það og að vera eitthvað smá svona pólitískur í kringum þetta. Já. Af því að sko svo mitt máli að samkvæmt einhverjum leifum sem að Bandaríkin eða bandaríska ríkið getur beitt og gætu þeir komið inn og krafist bara af OpenAI í varnarskyni, nei af Anthropic, í varnarskyni bara að gefa þeim fullan aðgang að öllu. Já. Þannig að þeir hefðu alltaf geta fengið fullan óheftan aðgang að þessu öllu ef þeir hefðu talað nauðsynlegt. Þannig að Anthropic hefði líka getað fallið sér bak við það og sagt svona, já, sorry, við gerðum þetta bara því að við vissum að við höfðum ekki neitt annað að velja. Já. En þetta var svolítið bara fail hjá Anthropic að navigata svona PR-hliðina af þessu öllu. Sko, það er samt alveg að hjálpa þeim að einhverju leyti að taka svona bara setja fótið niður, draga línu í sandinn og segja bara, heyrðu, við ætlum ekki að gera þetta. Ég sá líka stutt eftir þetta. Við erum góði gæinn, sko. Já, ég sá stutt eftir þetta, það var fylgir eða svona fjöldi áskrifta á svona Arisa og margir sem að fóru bara strangt á móti OpenAI, farnir að boykotta og svo sá ég líka deilt einhverju riti sem sýndi að Claude væri komið með stærra fylgi af enterprise-notendum í Bandaríkjunum. Stutt eftir þetta. Ég sé það sama. Að því þú nefndir að þau breyttu þarna klausunni að sem sagt, ég með eina línu hérna úr því sem á að hafa staðið í samningnum milli OpenAI og varnarmálaráðuneytisins er að þau banna intentional domestic surveillance sem þú mátt ekki viljandi spæjum alla en þú mátt óvart spæjum alla. Oh my god. Þannig að það var þannig að þeir bara fá nógu vanhæfan sumarstarfsmann til þess að og svona blikk ekki njósna Bandaríkjamenn og þetta var alveg óvart. Það er óskum eftir sumarstarfsmanni þarf að vera mjög lélegur í að fara eftir reglum og vera mjög forvitinn. Já. Það er gott. Hefurðu heyrt Light LLM? Nei. Þú nefndir þetta í fyrsta skipti við mig bara í dag og ég hef ekki kynnt mér þetta. Nei, Light LLM er Python pakki sem að gerir fólki kleift eða forriturum kleift að nota einn pakka til þess að tala við svona basically hvaða tungumál líkan sem er. Af því að Claude og ChatGPT og Gemini eru öll með mismunandi API. Þannig að þú nota Light LLM og þá er þetta alltaf eins. Já, svona millistykki, compatibility-legir eitthvað. Já, þú getur bara skipt út með einni línu í Light LLM og það hefur engin áhrif á restina af lausninni þinni. Mjög sniðugt, bara flott lausn, vinsælasta lausn í heimi þegar kemur að því að vera með millistykki í Python. Bara fullt af fólki að nota þetta. Algjörlega, maður myndi klálega að nota þetta ef maður væri sjálfur. Já, dæmi fyrirtæki sem nota þetta, Stripe, Netflix, OpenAI Agents, eða AgentKit. Bara pínulítil fyrirtæki. Einhver undirfyrirtæki Google, ekki Google sjálft og ekki Gemini, en einhver svona research project. Já, þetta er huge viðskiptavinir. Huge viðskiptavinir. Er þetta kallað viðskiptavinir? Er þetta open source pakki? Þetta er open source pakki. Já, ok, þannig að huge notendur, bara risa fyrirtæki. Þau hafa fengið kröfu, Light LLM, að vera með gott öryggi, eðlilega, og skráðu sig áskrift hjá fyrirtæki sem heitir Trivy, sem að passar upp á öryggi í pull requestum og skannar hlutina þína og gerir bara svona, passar upp á allt. Nema hvað að Trivy fyrirtækið gerði huge mistök, voru með risa vulnerability sem gerði hökkurum kleift að komast yfir GitHub aðganginn hjá Trivy, þar sem þau hýsa allan sinn kóða, eyða honum út og setja sinn kóða í staðinn. Í gegnum þetta gátu þau komist yfir hvaða annan GitHub aðgang sem notaði Trivy, þar á meðal Light LLM. Og þau settu á stað tvær skriptur. Fyrsta var mjög svona lítil og mjög vel falin sem að keyrði bara í sumum tilfellum en sendi alla lykla sem voru í tölvunniðinni, password, API lykla, Bitcoin wallet yfir á bara nettjón sem bara geymdur einhvers staðar. Þetta getur verið dýrt. Já. Og seinni pakkin sem kom út, eða seinna hackið í rauninni, var þannig að sama hver þú varst, ef þú varst að nota Light LLM í Python og uppdataðir pakkaðinn,
þá gerðist þetta instantly og það ekki komin einn listi ennþá, þetta gerðist í gær bæði. Það ekki komin listi ennþá yfir hver var attakkaður, skilurðu, en þetta eru fyrirtæki á borð við Stripe, Netflix, OpenAI sem í skotlínunni, sko. Þannig að það gæti verið að einhver hafi komist yfir bara API-lyklana hjá Stripe. Oh my god. Gæti verið. Það ekki orðið staðfest. Það fer eftir í hvort þið hafi updateað pakkan sinni eða ekki, sko. Oh my god, þetta hrikalegt. Þannig að þetta En talandi samt vulnerabilities, að þá einmitt þarna, þá spyr maður sig, af hverju eru þessi fyrirtæki ekki að gera það sem að Anthropic gerði í samstarfi við Firefox? Já, einmitt. Það sem að Claude Opus 4.6 var keyrt á source kóða Firefox til þess að finna einhverja öryggisveikleika. Og það fann hvorki meira en ég minna en 22 veikleika á 2 vikum og 14 þeirra alvarlegir. Já, 14 alvarlegir veikleikar í vafra sem búin að vera til í sko 20 ára. Bara og þetta var sem sagt, þetta var árin á undan, það að segja fyrra, að þá sem sagt, fjöldi svona vulnerability sem Firefox fundu sjálfur yfir allt árið 100. Já. Og þetta var 20% af því nema gert á 2 vikum af gervigreind á sjálfvirkan hátt. Já. Ég að stofna hugbúnaðarfyrirtæki núna og ég get ekki beðið eftir að innleiða svona lausnir. Sem bara að skanna kóða minn á nóttunni á meðan ég sef og þegar ég vakna þá ég með bara tillögur að breytingum sem ég þarf bara að samþykkja. Bara þetta að verða svo ógeðslega gott í að forrita. Svo þarfst að vera valið að gema ekki API-lyklana þína alltaf og krypto-lyklana þína og eitthvað krypto-walletið þitt á sömu maskínu. Guð minn góður hvað ég glaður, ég nota ekki Python og hvað ég vona að þetta gerist ekki fyrir JavaScript. Þetta hættulegur heimur. Já. En erum við þá, var eitthvað meira svo að bæta við með Light LLM eða ættu að hoppa í stóru Ég held við hoppum bara beint í stóra stöffið, sko. Og ef það einhver forritar að hlusta sem að nota Light LLM, athugaðu hvort að þú hafi nokkuð... Venjulega myndir þú segja, updateið leið til þess að fá öryggis pakkan, en var ekki updateið það sem tryggar vandamáli? Athugaðu hvort þú hafi nokkuð updateað í 1.82.7 eða 1.82.8. Ef ekki gera það. Vá, ég myndi, ef ég var í þessu stöðu og ég var eitthvað óviss, ég myndi bara fara og slökkva á vélinni. Já, bara skoða kóðan, sko. Svo vont að því að sumir eru með auto-update, sko. Já, þetta hrikalegt. Allavega, það sem að, ég myndi segja að vera svona aðaldótið í þessum þætti, það þessar klær. Þessar klær, þessi humrar. Humrarnir. Sko, það þessi bylgja, við töluðum náttúrulega OpenClaw í seinasta þetta og það var stóra fréttin og málið mér finnst þess svona eina sem einhvern veginn búin að vera fókusinn hjá stóru tæknirísunum undanfarið að gera sína útgáfu af OpenClaw. Já. OpenAI keypti náttúrulega OpenClaw. Herðu já, það var ágætlega stór frétt. Það var þeir keyptu held ég réttinn á OpenClaw, réðu Peter Steinberger til þess að leiða áfram verkefnið, en hann í rauninni samþykkti með mitt skilyrðinu að þetta yrði áfram open source. Já, mjög cool. Við vorum að pæla í því hvort að þetta væri fyrsta $1 milliard einsmanns fyrirtæki að því að sko í rauninni verkefni borðið þetta, ef maður pælir í ef þetta hefði verið closed source hjá honum einhvern veginn og sem að kannski hefði líka gert þetta ekki eins vinsælt. En ef þetta hefði á einhvern hátt verið lokaðra með slíkum hætti að eina leiðin til þess að komast yfir þetta hefði verið að kaupa þetta því að þeir gátu náttúrulega afrita íbúið og whatever. En þá hefði virðið á þessu mögulega verið komið upp í milliard en þannig að þessi spá sem var að tala mjög mikið fyrir svona 4 árum $1 milliard einsmanns fyrirtæki var svona kortur í að gerast þarna. Já, og held ég ennþá bara kortur í að gerast ef við teljum þetta ekki með að því minnst ólíklegt að hann hafi fengið $1 milliard $1 billion fyrir þetta. Hann var örugglega að fá einhverja $100 million.
við erum að detta í þessa stærðagráðu. Já, þetta komið í stærðagráðuna sko. Og þetta á örugglega eftir að verða á einhverjum tímapunkti þannig að þetta fyrir að gerast reglulega á næstu árum. Að það eftir að vera eitthvað fyrstur, það eftir að vera svaka fréttuna, svo þetta eftir að vera eins og með SpaceX í hvert sinn segir launcha eldflaug eftir 800 eldflaugar að þetta hætti að vera fréttnæmt. En eins og þú sagði, það í rauninni öll fyrirtæki núna að keppast að gera sína útgáfu af OpenClaw. Sum að taka svona strategíska aðra nálgun, önnur eins og Perplexity eru bara að gera bókstaflega OpenClaw. Bara OpenClaw svona umhverfið að harness fyrir erindreka, þar sem að þú getur bara verið með erindreka annarkvort á einhverju vél hjá þér eða í skýinu og hann bara svolítið þinn erindreki. Þú getur talað við hann er með skjöl, hann með aðgang að tölvu og svona. Það sem huge við þetta perpetual context. Já. Það að segja að það svona þetta eins og eitt rosalega langt samtal sem tegir ángana sín út allt. Já. Og vinnur fyrir þig eins og þú segir og þú getur talað við það hér og þar, þú getur sendið skilaboð á Telegram og þetta getur verið eins og manneskja með eigin netfang og með eigin svona prófíla að vinna eins og starfsmaður í fjarvinnu. Já. Og það var mjög algengt sérstaklega til að byrja með að fólk var að kaupa Mac Mini til þess að keyra þetta. Bara Mac Minis seldust upp á nokkrum stöðum í Bandaríkjunum og bara þetta var rosalegt. Ég viðurkenni, ég er segur að hafa keypt Mac Mini. Þú keyptir Mac Mini. En Perplexity farið að bjóða áskrift af Personal Computer eða PC sem er $200 áskrift þar sem þú leigir aðgang að Mac Mini bókstaflega Mac Mini Mac Mini sem bara í serverherbergi á þeim sem að þú átt þá bara. Ég væri til í að sjá Mac Mini clusterin bara. Já, þetta er bara grind af Mac Mini, þetta er ógeðslega fallegt. Ég elska Mac Mini. Já, það svo fallega tölur. Já, en þú getur annarkvort keyptir Mac Mini á 110 skall, 115 skall, hvað kostar þetta? Ég held að 120 hér. Já, 120 skall. Eða þú getur held en ég keypti þetta á 120. Já. Þú getur annarkvort valið, viltu kaupa Mac Mini á 120 skall eða viltu borga 35 skall á mánuði eins lengi þú vilt halda þessu til þess að fá afnóta Mac Mini. Já, þetta er fljótt að mega ekki sens að leiða þetta. Einmitt, ekki fjárhagslega allavega. Kannski áhyggjuleysið yfir því að þú þarft ekki að pæla í þessu. Það samt verið svona mikið. Fyrir eftir hvað networthið þetta og hvað þú gerir á daginn. Já, nákvæmlega. En ég hef heyrt frá fólki sem ég sjálfur ekki prófa þetta. Ég heiti ekki 35 skalli í að prófa Perplexity. Hvað segirðu? En ég hef heyrt frá fólki að þetta sé bara rosalega þægileg leið til þess að byrja OpenClaw og þetta virki eins og þú sért bara búin að setja upp sjálfur. Já, mér langar reyndar að kommenta á þetta sem þú sagðir að þú ert ekki búin að kaupa þetta sjálfur. Við fengum eitt komment daginn sem var að þetta væri svolítið svona það væri ekki nógu gott hjá okkur að vera að segja hluti að tjá okkur hluti sem við vorum ekki búin að prófa sjálfur. Einmitt, svona hræsni. Já, eða svona, bara þetta væri ekki til fyrirmyndar. Nema hvað, í þessu erindi sem ég postaði þarna á YouTube og áðan, að þá er ég að tala að þetta er bókstaflega ómögulegt. Það er að koma út svo reglulegar uppfærslur, meiri segja þó þú sért búin að síða út allt nema bara aðallausnirnar hjá topp 10 fyrirtækjunum, að þú væri ekki að gera neitt annað heldur en að prófa þetta allt og þú myndir samt ekki kynnast neinu kerfinu eitthvað ótrúlega vel. Það er ekki raunhæft fyrir einn að prófa þetta allt saman og fyrir okkur að tala þessu hluti, það er bara raunhæft ef við erum að kynna okkur í gegnum aðra og fá takes frá fólki sem við treystum og að fara svona í gegnum og síja heimildina vel. En þú veist, held ég að við værum að kaupa áskrifta öllu svona sem nær, bara í þessum þætti þá værum við örugglega búin að eyða hátt í $1,000 eða þú veist 100.000 kall bara í áskriftina til að prófa þessa hluti sem við erum að tala 35 skall í Perplexity. Já, þú veist, og við erum alltaf að vinna með þetta og prófa hitt og þetta en þetta er bara ekki séns. En ég er samt búin að prófa OpenClaw, ekki hjá Perplexity en sjálfur. Ég er líka búin að prófa NanoClaw og ZeroClaw. Þetta eru tvö svona alternative sem hvert öðru minna. Já. Og ég endaði á ZeroClaw sjálfur. Fílaði mjög mikið, mjög skemmtilegt. Markmið með ZeroClaw er að þetta er svona smá eins og NanoChat hjá Andrew Karpathy að það er verið að reyna minimalíska útgáfa þessu. Þetta er bara svona þú fjarlægir allt sem þú getur
Á þess að vera búin að eyða þessu? Já, og þetta í rauninni bara til að byrja með Claude Code. Já. Og með smá persónuleika. Einmitt. Og svo þarf ég að byggja allt annað og náta sjálfur og það hefur gengið bara ótrúlega vel og ég náttúrulega forritari sjálfur þannig að þetta kannski auðveldra fyrir mig heldur en flesta en ég búin að gera alls konar tengingar við Gmail, Drive, Payday, bókaldskerfi. Já. Myndirðu segja að vera orðin Claude-hild? Ertu orðin alveg samfærður að þetta sé einhver framtíð? Já, ég orðin samfærður að þetta sé einhver framtíð. Ég ekki sannfærður að þetta sé eitthvað fyrir meðalmanninn í bili. Nei. Ég myndi ekki mæla með þessu fyrir einhvern sem ekki til í að setja svolítið marga tíma í að... Tinkerer. Já. Þú þarft að vera svolítið forvitin tinkerer til í að gera mistök, til í að þurfa að byrja alveg upp á nýtt af því þú eittir einhverju sem áttir ekki að eyða. Já, þannig svona tölvufiktarar, þetta geggjað fyrir þá í dag. Já. En þá komum við einmitt að þessu sem svo huge, sem að það verið að lækka þröskuldin á hverjum einasta degi. 100%. Og Anthropic búin að vera svo duglegir að núna mjaka sér að því að hafa alla virknina í OpenClaw í gegnum sínar eiginlausnir nema vonandi með aðeins öruggari hætti af því að það er bara vitað að OpenClaw sjúklega mikið security threat og ég hugsa það séu fá fyrirtæki sem að pæla í þessum hlutum sem ekki búin að banna starfsmönnum að setja þetta upp á vinnutölu af því þetta bara huge vulnerability. Já. Ég myndi ekki vilja ef ég væri með starfsfólk að það væri að setja OpenClaw á vinnutölunar hjá okkur. Það væri bara, þá myndi ég frekar segja að setja upp Tiny LLM, Light LLM, Python pakkan. Já, bara get it over with. Já, það er ekki að pæla í þessu lengur. Nei, en sko þeir eru búin að gera þetta svona í litlum skrifum. Ég til dæmis pældi aðeins í þessu strax þegar þeir gáfu út Claude Code Remote Control. Einmitt. Þá leyfðu þeir fólki sem var að nota Claude Code heima á sér að fjarstýra sessjóninu. Já, ég er búin að nota þetta núna mikið, algjör snilld. Einmitt. Þetta proper snilld, sko. Pínu lítið feature í rauninni, þú pælir með við margt annað. Algjörlega. Bara að leyfa þér að tengjast þessu þegar þú ert á flakki. Já, tæknilega séð eitthvað sem var hægt, þurfti bara svolítið mörg skref áður. Í dag búið að minnka þetta inn í eitt skrif. Og svo eru þeir að vinna í svona hinu og þessum litlu hlutum. Eitt af því sem við höfum talað sem verðandi verðmætt við OpenClaw þetta perpetual context, þetta memory sem það byggir smám saman upp utan þegar að manager einhverju hluti í svona MD fælum, svona eins og leiðbeiningar sem alltaf verið til staðar, hefur ákveðið svona memory, þetta svona self-managed memory. Algjörlega. Og þeir gafu út eitt slíkt sem heitir Claude Code Auto Memory sem í rauninni útlutar held ég allavega fyrstu 200 línunum af memory.md fæli fyrir Claude til þess að punta hjá sér hluti sem notandinn búinn að þurfa að leiðrétta eða benda á eða laga. Þannig að þegar notandi segir, heyrðu, þú ert ekki að nota rétta stíl eða réttu aðferð við að gera þetta, notaðu frekar þetta, þá má það svona glósa þetta hjá sér. Og þetta hefur verið lengi til inn í ChatGPT í einhverju formi, nema þarna þetta komið inn í Claude Code. Þetta annað skref nær. Svo kom Claude Computer Use og þá með Cowork og öllu þessu sem komið inn í þetta Claude app í tölvunum hans, þá það farið að geta tekið stjórn á tölvunni líka, smellt, séð og gert í tölvunni eins og OpenClaw hefur getið gert. Og þetta er annað skref í áttina OpenClaw og svo þetta Claude Dispatch sem svolítið cool, þar sem að þú getur tengt saman símaðinn og tölvuna þína, deilt svona sameiginlegu sessjóni, verið með Mac Mini þess vegna með þetta í gangi, verið með svona sessjón í gangi sem tengist þar á milli, nema þetta dispatch, þetta svona smá eins og að hringja í neðalínuna, það svo áframsendi á hvort það á lögreglunni eða sjúkrabíla eða whatever að halda, hvort það á Claude Code eða Cowork eða bara venjulegu spjallahalda. Þetta ákveður hvort að senda þig áfram stjórnborðið. Þetta svona stjórnborðið, já. Og þetta dispatch sendi svo út Claude Code í þetta verkefni það þarf og þannig ertu komið líka með ákveður svona orchestration í rauninni. Algjörlega. Þá ertu komið miðlæga stýringu á því að kalla á undir verkefni og getur startað jafnvel fleiri en einu. Og menn eru farnir að sjá hvert þetta stefnir, farnir að púsla þessu saman og segja að stefnir í einhvers konar super app. Eitt Claude app í tölvunni sem eins og OpenClaw en líka eins og venjulegt chat og líka eins og allt þetta. Þetta bara
þitt one-stop shop fyrir gervigreinda þarfirnar þínar. Geðveikt. Vinnur í tölvuninni eða vinnur í símaninni eða vinnur hvar sem þú vilt vinna, vinnur á meðan þú ert í burtu, vinnur, þú veist, jafnvel í skýinu, vinnur í kóðaninum og svona, þetta er þessi sýn sem mann er búin að dreyma og líka svo sem vera kannski smá kvíðin fyrir þar sem að þú ert bara með gervigreindina þína sem þú tala við, þú byggir upp meira og meira kontekst, byggir upp meira og meira einhvern veginn svona samband við gervigreindina. Þetta er svo áhugavert og svona erfitt stundum að fatta þetta því þetta er svo margar litla breytingar sem að eiga sér stað sem að enda svo allar á einhverjum svakalegum áfangastað. Og ég finn bara svona hvað hann er að nálgast hratt núna. Af því að eins og nefndir áðan bara hérna remote control á Claude Code. Eitthvað sem að maður hefur alltaf getað downloadað einhverju svona SSH appi í síman, SSH inn á tölvuna og nota Claude Code. Þú veist, það var ekkert að stoppa þig. Nei, nema fyrirhöfnin og að vita að þú getur SSH-að og allt svona sem að bara hefðbundin notandi veit ekki. En núna er bara hægt að gera þetta með því að bæta við einni skipun, remote control. Gefa henni nafn, hún er bara birtist í Claude appinu í símaninu. Einmitt. En þetta er það sem Claude er búið að vinna að. Það er búið að púsla saman features, það er líka komið schedule tasks eins og ChatGPT, það er sem er náttúrulega bara cron jobs, þú veist, implementu fyrir mállíkana verkefni. Sem er samt svo mikið snillt. Algjörlega. Svo einfalt, leysir svo mörg vandamál. Já, og en þetta stefnir í eitthvað over-app, en svo er nýr óvæntur leikmaður sem ætlar að fara að gera þetta líka. A new foe appears. Já, smá þannig. Og það er eitthvað sem við urðum fyrir vonbrigðum hérna fyrir svolítið síðan að var ekki að taka þátt og það er Apple. Einmitt. Apple eru núna farnir að tala að vilja láta Siri vera svona fyrir þig. Einmitt. Að láta hana vera svolítið þetta agent dæmi. Siri Claw. Já, erfitt með að sjá Apple fyrir mér samþyggja hlutina verandi ófullkomlega í einhver tíma og það er svo erfitt ef þú ætlar ekki að gefa neitt út fyrir það fullkomið í þessu landslægi sem er svona síbreytilegt að endar með að gefa ekki hlutina út en þeim langar að turbocharga Siri að gera hana að svona gervigeinda agent sem svona notar Gemini líkan á baku tjöldin með þessum risasamningi við Google $1 miljard á ári held ég sem að fara tilbaka fyrir frá Apple en þannig að það verður gaman að sjá þetta gerast ef þetta gerist. Ég spáði því að þeir myndi ekki gefa út neitt svona Apple Intelligence dæmi með Gemini fyrir í seinni hluta ársins af því þeir voru að lofa þessu í byrjun ársins. Það fer að fara að rætast. Ef áætlun stenst hjá Apple þá núna í þessum og næsta mánuði eða að fara að droppa. Það var planið. Þannig að styttist kannski í að við sjáum þetta gerast. Ertu að tjekka hvort þessi komið út? Nei, ég var að sjá hvenær er hérna Apple eventin. Já, ég get ímyndað mér að það sé svolítið mikið af sérfræðingum hjá Apple og svitna þessa dagana að koma hlutum út og gera allt tilbúið. En það verður gaman að sjá hvort þessi komið nýr leikmaður á vettvanginn. En þeir náttúrulega eru ekki model providers. Þeir eru að gera þetta með Google. En þeir eru allavega að eiga sitt eigið harness, virðist vera. En hérna stendur að WWDC sem er svona þeirra aðal event á árun það er í júní, byrjun júní. Já, ég var einmitt að kynna mér þetta aðeins aðan og þeir eru búin að dreifa release-inu svolítið yfir árið. Það er einhver hluti sem þeir ætla ekki að vera búin að deploya fyrir í september eða oktober og þú veist, þannig að það er svona, ég vil bara sjá eitthvað koma út í fyrir hluti ársins. Það væri gaman. En það á eftir að koma í ljós. Ég er spenntur að sjá Siri Claw. Já, Siri Claw. Open Siri. Siri. Nei, það mun alls ekki vera Open Siri. Apple er ekki bara að opna neitt. Closed Siri Claw. Já, þeir eru náttúrulega walled garden. Það er þeirra signature. En svo er svolítið magna að OpenAI er ekki komið með neitt svona í líkingu við það sem Anthropic er að gera. En núna voru bara, þú veist, á seinustu dögum í þessari viku voru nokkur fréttamiðlar að tala rumors sem við elskum. Við elskum svona orðróma að rétt handan við hornið væri eitthvað mega app frá OpenAI. Þeir ætla líka að gefa út eitthvað svona og það er talað þetta eigi að sameina Codex appið, ChatGPT appið og Atlas sem er þessi agentic browser. Þannig að þú verður með eitt ofur-app sem er þá væntanlega browser, chat interface og coding dæmi allt í einu. Þetta er svo Steve Jobs fyrirlesturinn þegar hann kynnti iPhone-in. iPod, internet,
Manstu ekki eftir þessu? Jú. Sýna alltaf 3 hlutina. Já, Don't you get it guys, it's one device. Já. Og hann skilur sér saman, já, ég fíla. En þannig að þetta er stóra trendi senustu 6 vikur. Ef ég er að lýsa senustu 6 vikum bara einmitt á stuttan hátt, það eru öll fyrirtækin að reyna að gera OpenClaw. 100%. Og það er svolítið magnað hvað við höfum séð lítið koma frá OpenAI miðað við að þau voru þau sem keyptu OpenClaw. Já, og reyndar ekkert að frétta Google, ekki eins og orðrúmur. En þeir eru með Antigravity, sem þeir eru svona agentic, browser, coding, sem að... Voru svona sein á vagnin. Já, og eru líka komið með smá agentic stuff í Chrome núna, sem náttúrulega við kynnumst ekki rosalega persónulega verandi báður að nota Arc, sem er þó byggt á Chrome. Já, og svo er það líka með sitt eigi gerðugrinda stuff og svo já. En hvað það? Það er ekki hægt að nota öll kerfin. Nota alla browseruna. Já, samtímis. Já. En þetta er stórfréttin. Það er bara, það er allir að reyna að færa sig í einhvern svona personal agent. Þeir sem eru að hugsa núna ætti að prófa OpenClaw, ætti að prófa TinyClaw eða hvað þetta er. Ef þið eruð algjöru nördar, fílið að tingera, eru til í að gera mistök og hangi yfir þessu, bara látið vaða. En farið varlega með allt svona öryggi. Ef þið eruð að gefa erindreka aðgang að gögnum, þá mun hann geta notað þau hvernig sem er, þannig að verið meðvituð það. Þið sem að nennið ekki að standa í þessu, býðið bara í svona 2 mánuði. Já, eða farið bara og fikti með það sem er komin nú þegar frá Anthropic. Af því að ég held að það muni leysa flest use case fyrir flesta bara eins og það er í dag. Algjörlega. Að bara, þú getur í símanum senda á það, gefið verkefni að vinnur í því tölvunniðinni og það bara, þú veist, hvað ætlaðir að gera eiginlega með OpenClaw sem þú getur ekki nú þegar gert í þessu. 100%. Nema kannski að forrita svona sér sjálft að uppfæra kóðan á harnessinu sjálfu. Sem er fyrir tingera típunnar. Ó já, en svona einmitt. Það sem ég langaði samt að koma inn á núna, svona hafandi gefið ykkur þetta samhengi varðandi þetta nýja trend með alla þessa claws og allt þetta agentic stuff er að það er auka fyrirbæri að birtast núna þessa dagana í Silicon Valley sem maður er að heyra meira og ég er farin að tengja þess við og það er eiginlega nýr flokkur af kvíða. Það er svona token kvíði eða svona kvíðin basically að þú gætir verið að keyra erindrekana þína núna. Þú ferð út að hitta viniðina og þú getur ekki hægt að kíkja í síman, er hann ekki örugglega að vinna? Og ég gæti settast á svo mörg verkefni. Ég er búinn að heyra að margir eru að mæta í partí í Kísildalnum og eru edrú og að fara snemma úr partíinu svo þeir getur fara heim og sinna erindrekunum sínum. Af því að það er bara svona, það er komið svo mikið urgency. Bara ég verð að vera næsti milliardamæringur í AI-byltingunni. Ég ætla að vera þessi $1 milliard eins manns fyrirtæki í gaur og það eru allir svo metnaðarfullir og allir að nota þessa klikkuðu tækni þar sem að manneskjan er allt í orðið flöskuhálsinn. Karpathy sjálfur, legendið, the one and only, hann sagði sjálfur í nýlegu hlaðvarpi, bara fyrir minni viku, að einmitt núna upplifur hann svo sterklega að þetta er 100% skill issue. Að vera að vinna núna með þessa agents og hann sagði að þetta byrjaði í desember að þá fannst honum þetta ná yfir eitthvað þröskuld og ég held hann hafi haldið fram að hann væri nánast ekki búinn að skrifa línu af kóða á þessu ári. Hann er búinn að vera nánast eingöngu að vinna í gegnum agentana sína og þetta var eitthvað trend sem ég held að Peter Steinberger hafi startað vel í Lex Fridman hlaðvarpinu. Og ég held að þetta sé að búa til eitthvað ótrúlega mikinn kvíða yfir því að vera ekki að gera nóg með gervigreind hjá svo mörgum. Og ég held að þetta hafi náð svona toppinum hjá mér, þessi tilfinninga ég er eftir á, þegar að Dylan Patel sagði í hlaðvarpi að starfsmaður hjá honum væri að brenna í gegnum $5,000 af tokens á dag. Það er svo insane mikið. Ég bara skil eiginlega ekki hvernig þú ferð að því. Nei. Að brenna í gegnum $5,000 á dag frá einu líkani. Og maður er með spyrir sig bara, hvað er þessi gæi að gera? Af því að svo sagði Dylan að hann panikaði þegar hann heyrði þetta, af því að þú veist, ég held að ég reiknaði að þetta væri eitthvað $500,000 á ári, allavega galinn upp að sama hvað, og allavega $100,000, og Dylan Patel fór yfir með starfsmönnum sínum, hvað ertu að gera þetta? Hann sér bara reikning, bara starfsmæður minn er að eyða 20 milljóna á ári
bara ef við tölum í íslenskum krónum, þetta einhverju 20 milljóna króna. Já, þetta svona 600.000 kall á dag eða eitthvað. Sem að hann að eyða að bara, og auðvitað fyrir bara, gaur, hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Stopp. Já, og bara sýndi mig hvað ertu að gera, fór með honum yfir þessu hluti og var bara, geggjað, haltu þessu áfram. Af því að hann sá að þeir voru að fá meira virði út úr þessu heldur en þetta voru að kosta og ég spyr mig bara, hvað var hann að gera? Já. Hvað getur þú gert sem skapar meira heldur en 600.000 krónur af virði á dag? Þú veist, af því að það þarf að kosta, eða þú veist, það þarf að skila töluvert meira virði heldur en 600.000 skalli. Af því að það er það sem það kostar og þeir eru að tala um að þeir fá margfalt meira virði. Þetta er svo óþægilegt að vita að það sé einhver maður þarna sem er að afkasta eða skapa meira virði heldur en kannski bara 50 starfsmenn. Einn. Og maður hefur ekki hugmynd hvað hann er að gera. Maður finnir hennar mann. Já, og þetta er held ég kvíðinn í gangi núna í Kísildalnum sem að þetta Open Claw dæmi er að opna á, af því að þetta er búið að gera það kleift að vera með marga erindreka að vinna samtímis, mörg coding instances og þú veist, mér fannst það nógu að bila þegar að Peter Steinberger sagði að hann væri að brenna í gegnum eina $200 Claude-áskrift á dag. Það er að segja að hann þyrfti að hafa 7, eina fyrir hvern dag vikunar, af því að hann var með, ég held að hann hefði talað um að hann væri með alltaf 8 agents vinnandi samtímis og prompta bara í orðum, hann hvíslar bara í mækinn hvað hann vill og skiptir svo á milli og er alltaf með þá eins marga í gangi og hann getur og í desember náði hann einhverjum 1900 pull requestum, þetta var bara galið á einum degi. En svo tekur einhver annar gæði hjá semi-analysis þetta á enn herra level og maður bara, wow, ég hef aldrei upplifað mig vera eins langt eftir á. Og hér eru við með gervigreindar hlaðvarp. Ég segi það, þú veist, og þú veist, hvað þá meðalmannin sem að er ennþá að hugsa, já, ég get gert samantektir og uppskriftir í ChatGPT sem að við heyrum rosalega oft frá þáttakendum á námskeið. Þeim finnst það geggjað. Þeir bara, ok, þetta er þess virði að fá þessa áskrift bara því ég get gert samantektir af PDF-skjölum. Bara eðlilega, það er strax búin að spara þér 3.000 skall á mánuði. Já, það er búið algjörlega að skila virði sínu. En pældi því hvað getur fengið miklu meira. Já, þetta er galið, þetta er óþægilegt. Þetta er óþægilegt, ég fæ hnút í magan þegar við tölum þetta. Já, ég velti fyrir mig hversu miklum kvíða þetta hlaðvarp hefur valdið líka bara fyrir hlustendur. Já, ég vona miklum. Ég vil vera kvíðavaldur. Já, en þetta voru svona, þetta var aðal viðfangsefni þáttarins. Við vorum með svo margt sem við fundum og hefðum viljað snerta á, en ákveðum að taka það saman í lokin í smá svona algjör hraðferð. Jú, sko, Perplexity og Samsung er að vinna saman. Win. Já, ég er allavega ekki að vera að sakna Bixby. Nei. Þannig að núna á maður að geta sagt Hey Plex. Og þetta er fyrir Samsung Galaxy S26 og það sem kemur þar á eftir. Fíla ekki Plex nafnið. Nei. Hey Plex. Mér finnst Plex vera streaming þjónustan sem fólk nota alltaf að deila efni. Já. En allavega þá er Perplexity líka making moves og Samsung að reyna að vera með af því að þeir sjá að Apple er að fara að gera eitthvað. I love it. Bara gott fyrir Samsung fólk og ég hef alltaf verið mikill aðdáandi Samsung. Og Perplexity hafa náð að halda sér relevant í gegnum þetta allt saman. Þau eru ekki eins og Midjourney sem að dó bara þegar einhver annar bjó til. Ég veit ekki hvað er að frétta af þeim. Ég trúi að þeir séu ennþá þarna en bara ekki alveg í sviðsljósinu. Ég held ennþá með þeim. Ég er í svona Midjourney svona andlegu költi, bara ég fíla hvað þau gerðu og ég vil sjá þau koma aftur, sko. Það er svona, svo er okkar maður, Jan LeCun, reiðasti maðurinn í gervigreindabransanum. Hann er svo mikil hater. Lélegasti maðurinn í rökræðum. Já. Hann var að stofna AMI Labs, sem að hefur í rauninni þetta stendur fyrir Advanced Machine Intelligence og hefur það markmiði að búa til gervigreind. Hvað segirðu? Já. Nei, nema hvað, þeir ætla ekki að gera eins gervigreind. Hann hatar málíkun. Hatar málíkun. Þannig finnst þau heimsk. Þau kunni ekki að telja bén í orðinu rababari. Já, hann er svo mikil hater. Já, og
fyrir þá sem ekki vita hver Jan LeCun þá þetta, hann oft kallaður ekki með kynni ykkur ekki kynni ykkur hann er oft kallaður svona eitthvað guðfaðir gervigreindar já, svona einn af þeim, af því að hann var stór og hann hafði mikil áhrif á tauganet og bara allt þetta sem leiddi að ChatGPT og svo bara eftir á sagði hann bara, þau eru heimsk þetta er bara allt drast þau eru svo heimsk, þau kunni ekki að telja bíni og hann er rababari en hann reisaði $1 billion já, hann náði að safna fjármögnun já sem að sko, eitthvað smá klink klink með við það sem við ætlum að nefna næst sem að setur þetta nýja fyrirtæki sem hann var að stofna verðmetur það á $3.5 billion fyrsta verðmatið respekt, ég geti þetta ekki nei, ég geti þetta heldur ekki en hann ætlar að búa til einhvers konar öðruvísi gervigreind sem er meira svona það sem hann kallar world model já, hann vil meina að LLMs séu ekki world models og bara skallar hvern sem segir eitthvað í þáttina en ok, krútlegt að safna $1 milljarði af því að OpenAI var að safna $110 milljörðum í öðru síðrandi hvað er þetta? Hvað er komið núna í 800 miljardar valuation 800 miljardar valuation já nice. Þannig að OpenAI í augnablikinu verðmyndið á 800 miljardar ef einhver vill komast inn í þennan díl áður en þau verða 900 miljardar að þá myndi ég fara að tala við miðlarinn ykkar það er nei það reyndar ekkit það er ekkit sjálfgefið að komast inn í þennan pakka ég var að hlusta á podcast með manni sem tók þátt í þessu sem að sagðist þá bara að hann þurfti að berjast fyrir því að fá að vera með í þessari fjárfestingu bara please, takk í peningin minn please leyfi mér að setja ógeðslega mikið pening í 800 miljard sem er samt bara dropi Annað í fréttum frá OpenAI þau drápu Sloptalk Sora er hér með þetta eða Sora appið allavega þeir ákváðu að deprecata það þeir vildu bara þeir vildu fókusu okkar sem skiptir máli já, galaðir skuli hafa gert þetta í upphafi en allavega þeir sögðu að þeir hefðu eitthvað betra með reikniaflið sitt að gera eðlilega ég veit ekki hafa þeir eitthvað verra með reikniaflið sitt að gera en þú sagði Sora appið, ekki heimasíðuna líka? Sko, allavega, ég man að það var sérstaklega undirstrikað að þetta væri appi, en ég get alveg keypt að þetta hafi líka verið vefsíðan, ég man bara að og kannski er einhver sem er að tala um appið eða vefsíðuna líka þegar þeir að fara appið. Vef-appið. Þú veist, ChatGPT appið fyrir einhverjum er líka vefmótið, kíkjum bara hérna á sora.com, kannski lendi ég á vegg. Ég lendi ekki á vegg. Nei, ok. Ég komst inn. En það er allavega appið og vonandi vefsíðan líka. Þeir eru allavega að fara að hætta með það. Hvað á ég að gera við þetta? Þetta er svo gagnslaust. Ég veit það. En hvað það? Ég setti hérna niður Stitch, mér finnst það sniðugt. Þetta er ný preview-laust frá Google sem er með vibe designing. Þetta er Figma nema bara language model á bakvið. Já, alveg rétt. Ég sá eitthvað. Ég glittaði í þetta á feedinu mínu einhvern tímann og ég náði ekki að processa það. Nei, þetta er svona eins og hérna... Þetta er Figma Killer. Figma Killer. Cloud code fyrir Figma. Eða meira svona anti-gravity nema Figma. Ok. Þannig að bara cool. Spennandi. Ég nefndi aldrei að læra á Figma. Ekki heldur. Ég ákvað bara að forrita allt. Já. Bara ég var mun fljótar að forrita heldur en að læra okkar viðmætt. Mér skilst á einhverjum þetta hafi verið alveg geggjað þegar þú lærir á þetta. Já, Figma, þú veist, hönnurinn okkar nota Figma. Já. Það er eðlilega kannski. Nice. En svo hérna bara nokkur rapid fire hérna í lokin. OpenAI segist vera hættur að nota Sweetbench Verified sem hefur okkar go-to fyrir að meta svona hugbúnaðarhæfni líkana af því að þeir telja að vera orðið ofmettað og eru búin að svissa yfir í Sweetbench Pro. Er það ekki sama fyrirtæki eða? Á bakvið það? Ekki alveg viss, ég þarf ekki að fara með það. En svo var Anthropic að þróa eiginlega mælikvarða fyrir fólk. Mér finnst það svolítið cool að AI Fluency Index að segja einhver leið til þess að meta svona hversu gott gervigreinalæsi fólk er með. Þannig allavega túlkaði ég þetta af því að þetta var mjög grilluð frétt og þeir voru að tala einmitt að meta hæfni fólks. Átta mikið alveg á því hvernig þetta er útfært af því að þeir segja að þetta séu einhverju 24 behaviors sem eru directly observable þegar manneskjur eru að nota Claude. Já. Og þá þetta svona hlutir eins og að þú
gerir ítranir og fínpúsir. Það er eitt svona því að margir halda að þetta sé bara ein spurning og svo búin og það er 15% af fólki allavega frá þeim sem þeir testuðu sem eru ekki að ítra. Sem mér finnst alveg magnað. Sem stór hluti á námskeiðinu okkar. Og svo einhverju sem annað atriði sem til dæmis í þessu að skerpa á markmiðinu áður en þú biður aðstoð. Það er að segja hjálpaði mér að skilgreina verkefni, svona hálfgert metaprompting. Og svo að gefa dæmi hvernig góða niðurstöður líta út og þetta er svona hluti sem einmitt, ef einhverju hérna sem að hlusta eru óvissi með hvort að þið séu að svona full læs eða full færa á gervigreindina, þá kannski sakar ekki að tjekka hvort þið séu að gera alla þessar hluti sem eru í þessu benchmark. Þannig að ég mæli með að kynna ykkur þetta heitir hana AI Fluency Index. Þið getið fundið þetta fljótlega, þetta kom út bara 23. febrúar. Eða kom á námskeið okkar, síðasta námskeið okkar. Já, síðasta 1 eða 2 námskeiðin okkar. Veistu hvað verið geggjað? Ef að þau myndu birta AI Fluency út frá löndum og Ísland væri bara aðeins hærra heldur en það. Já, það er bara vá, það eru 5.000 manns hérna akkurat á Íslandi sem eru bara frekar góði að nota gervigreind. Það eru bara outliers. Já, það væri geðveikt. Ég væri mjög ánægður með það. Og svo kom ArcAGI 3 út í gær. Geðveikt. Í dag er hérna 27. mars, þetta var 25. mars. Og mér finnst pínu cool það sem að gera, en á sama tíma veit ég ekki hvort ég sjái fullkomlega alveg sýnina þeirra, en sem sagt þetta er nýr mælikvarði af því að ArcAGI 2 er á hraðri leið að vera mettað en á bráðum. Ég held að við sem komin í þarna bara, þú veist, ég man ekki, 70% jafnvel, en kannski er það eitthvað subset, en allavega komið mjög hátt í ArcAGI 2 og þetta er aðeins öðruvísi og mér skilst að þeir hafi frá honum, hvað heitir hann, Chalet, hvað heitir vinnur okkar? Timothy Chalamet? Nei, ekki Timothy Chalamet. Heldur forstjóri, Perplexity? Nei, ArcAGI, Arc Foundation, hvað sem þeir heita, allavega. Sá gæi, hann var eitthvað að tvíta þetta, hann var út allt á feedinu mínu í morgun og hann var að tala að þeir hefðu eiginlega sett upp heilt svona tölvuleikja stúdíó til þess að þróa þetta benchmark af því að það sem er sérstakt við þetta benchmark er að þetta eru hálfgerðir leikir þar sem að þú uppgötar leikreglunar á meðan þú spilar. Þú veist, það er ekki eitthvað svona, hér eru leiðbeiningar og hér er það svo að gera og þetta er ekki statíst eins og hinn prófin hafa verið. Heldur þetta basically reynda að vinna leikinn á þess að vita hvað leikurinn snýst og uppgöta það jafn óðum og þú ert að spila leikinn og þetta eru 1000 level yfir 150 mismunandi svona environments þar sem að, þetta er ekki bara að biðja rétt að loka svarið, heldur hvort að þú getur setta inn í nýtt umhverfi, fundið út úr reglunum, formaði eitthvað markmið og framkvæmda og aðlaga sig með tímanum. Þetta er alveg bara fáránlega challenging, en eitthvað sem manneskjur eru samt góðar í. Það hefur alltaf verið leiðarljós að þetta séu hluti sem manneskjur eru góðar í og gervigreind léleg. Í rauninni er þetta, getur gervigreindin tileinkað sér nýja hæfni jafn óðum og hún kynnist vandamálinu. Sem að manneskjur eru víst góðar í, en gervigreindin ennþá mjög léleg. Og mér finnst gott take frá honum Mollik, Ethan Mollik, hann sagði að hann langar að sjá eitthvað svona próf koma frá ArcAGI þar sem að þeir mæla frammistöðu gervigreindarinnar en segja engum hvað prófið er. Það sagði bara, hey, gefið okkur aðganga að líkunum ykkar, við skulum testa þau á baku lokuð tjöld og segja ykkur bara hvernig frammistaðan er af því að það sem gerist núna beint eftir að ArcAGI gáði þetta út er að núna eru einkafyrirtæki að fara að búa til sambærileg environment og þeir telja að vera í þessu prófi og selja svo tæknirísunum eða tæknirísunum sjálfur að búa til svona environments til þess að fine-tuna líkunni sín með reinforcement learning á þessum umhverfum og smám saman læra það. Þetta er bara það sem er búið í gangi núna í rúmlega ár, er að þau eru bara, við erum lélegir í þessu benchmark, búum til svona áskorunir og leyfum gervigreindina að reyna milljón sinnum og þjálfum hana á skiptunum sem gengur vel. Ég er að prófa ArcAGI, þetta er ógeðslega skemmtilegt. Þetta er gali góði leikir. Já, og ertu búinn að finna út úr þessu? Já, ég er búinn með 2 level í fyrstu tilraunin. Vá, ég held að þú sett klárari heldur en það bara öll gervigreindalíkunin sem hafa verið prófað þessu. Af því að þau voru mjög mörg move að reyna að klára bara fyrsta level.
Þannig að, já, fyrir þá sem að vilja prófa, þá getið fundið þessa leiki á vef Arc.ai og prófa. En ég held að það sé allt komið sem við vildum fara yfir í dag. Ótrúlega margt sem að við hefðum viljað geta að tala en það bara, við höfum ekki endalausan tíma og það er ekki hægt að tala um allt sem er í gangi gervigreind. Og hlustendur hafa kannski ekki endalausan þolinmæði heldur. Nei, klárlega ekki. Við sjáum það bara á retention tölunum. Já, það er örugglega bara svona 40% ykkar að hlusta ennþá. Já, það er bara það bil það sem endist út marga þættina. En heyri, þá bara skiljum við þetta eftir þar og bara takk fyrir að hlusta.